Ísafjörður, höfuðstaður Vestfjarða, stendur við Skutulsfjörð gengur inn úr Ísafjarðardjúpi. Fjörðurinn umluktur háum og bröttum fjöllum og undirlendi lítið. Samgöngur mjög erfiðar af vetrarlagi og því hefur flugið orðið ferðamáti Ísfirðinga og lífæð þeirra við umheiminn í ríkari mæli en flestra annarra Íslendinga. Ísafjörður miðstöð Vestfjarðakjálkans hvort heldur á sviði atvinnu eða þjónustu. Aðalbyggðin hefur löngum verið á Eyrinni en eftir sameiningu við Eyrarhrepp árið 1971 bættist kauptúnið Hnífsdalur við byggðina. Eftir að landrými fór að takmarkast á Eyrinni hefur byggðin tekst inn í botn Skutulsfjarðar. Aðalatvinna Ísfirðinga eins og annarra Vestfirðinga hefur löngum verið sjávarútvegur. Hafnarskilið á Ísafjörði mjög góð og fjörðurinn lygn þar sem hann gengur inn úr djúpinu. Veðursæld því yfirleitt mikil. Ísfirðingar ekki einir það að Vestfjörðum að búa við erfiðar samgöngur á landi. Það hjá alla íbúa Vestfjarða en oft liðir langt fram á sumar Vestfirðingar geti ekið af bílum sínum suður. Flugsamgöngur þeim því dýrmætar og Ísfirðingar sjálfir hafa ekki legið á liði sínu flugmálunum. Á Ísafirði starfandi flugfélagið Ernir sem annast flugsamgöngur innan Vestfjarða. Ernir heldur uppi póstferðum frá Ísafirði til 6 flugvalla á Vestfjörðum þrisvar í viku og flytur þá einnig farþega. Í þessum ferðum gefst farþegum frábært tækifæri til að kynnast henni stórbrotnu náttúru Vestfjarða á lofti. Að auki flytur flugfélagið Ernir einnig farþega milli Ísafjarðar og Reykjavíkur og tekur að sér leiguflug innanlands sem utan. Þjónusta félagsins við Vestfirðingar ómetanleg. Oft á tíðum að vetrinum ferðir félagsins einu ferðirnar sem íbúar Vestfjarða fá til þess að komast til Ísafjarðar og þaðan suður nema með strjálum skipaferðum. Þá annast Ernir einnig sjúkraflug og hafa henni snjöllur flugmenn félagsins bjargað mörgum mannslífinu við þær erfiðustu aðstæður sem hægt að hugsa sér í flugi. Flestir þeir ferðamenn sem til Ísafjarðar koma með vélum Flugleiða HF sem halda uppi tíðum ferðum þangað allan ársins hring. Þar sem Ísafjörður mikil miðstöð atvinnu og þjónustu á Vestfjörðum eiga fjölmargir erindi þangað og þaðan af þeim sökum. En á síðari árum hefur straumur almennra ferðamanna einnig stóraukist þangað. Enda mála sannast og þar allan ársins hring fjölmargt heillari gesti og aðstaða mjög góð til móttöku ferðamanna. Á Ísafirði starfrækt leigubílastöð með vönduðum bílakosti þannig að vandalaust fyrir ferðamenn að komast leiðar sinnar kaupstaðinn og þótt samgöngur séu erfiðar á landi við Ísafjörð langan tíma ársins heldur Vestfjarðarleið uppi áætlunarferðum milli Reykjavíkur og Ísafjarðar þá mánuði sem fært Með því að hagnýta sér áætlunarferði Vestfjarðarleiðar geta ferðamenn kynnst stórbrotinni náttúru Vestfjarða í áföngum og ekið þá hringleið. Ferðaskrifstofa Vestfjarða sér að skipuleggja hópferðir fyrir þá ferðamenn sem til Ísafjarðar koma og einnig fyrir heimamenn sem fýsir að kanna fjarlæg lönd og hún annast sölu farmiða fyrir ferðaskrifstofur höfuðborgarinnar. Eitt af því sem ferðamaður á Ísafirði ætti ekki að láta fram hjá sér fara ef hann hefur tíma til ferð með Fagranesinu Ísafjarðardjúp. Fagranesið fyrir skipulagðar áætlunarferðir djúpið en fæst einnig í sérstakar hópferðir með ferðamenn til Hornstranda eða í Jökulfirði eða annarra þeirra staða ef ferðamenn fýsir að skoða. Það margt að sjá í ferðum með Fagranesinu. Fiskimenn á litlum bátum glíma við þann gula í djúpinu og útsýnið hvert sem vitið stórbrotið. Þá komið við í eyjunum tveimur sem enn eru í byggð í djúpinu, Æðey og Vigur. Þar gera gæði lands og sjávar unnt að stunda búskap enda þótt landrýmið sé takmarkað. Í báðum þessum eyjum búa rótgrónar ættir og hér hefur öldum saman búið fólk sem komið hefur við sögu lands og þjóðar. Á
Ísafirði er bílaleiga sem einnig leigir út skemmtisnekkjur til hraðferðan Djúpið, yfir í Jökulfirði eða alla leið til Hofsstrandar. Eftir því sem ferðamönnum hefur fjölgað eykst og þjónusta við þá. Fleiri og fleiri gera sér ljóst að ferðamennska er atvinnuvegur og þessi velbúni hraðbátur er eitt þeirra tækja sem standa ferðamönnum til boða. Hér er hann að leggja upp með ferðamenn til eyðibyggða Hofsstrandar og Jökulfjarðar. En þeir sem af einhverjum ástæðum vilja láta sjóferðir eiga sig eða koma á þeim árstíma sem þær standa síður til boða þurfa ekki heldur að láta sér leiðast því margt er að sjá í landi. Meðal þess er vandað minjasafn þar sem unnt er að kynnast sögu kaupstaðarins og uppbyggingu byggðar á eyrinni. Þar ber eðlilega hátt muni tengda sjósókn og aflabrögðum enda saga fólks hér samofin sögu sjávarútvegs og mikil saga að forn og nýju er tengd þeim mönnum sem hafa sótt gull í greipar ægis. Þar má líka sjá líkan byggðar á eyrinni á meðan hún var harla ólík því sem nú er og byggðist einvörðungu á verslun og útgerð. Eitt er þó lítið breytt enn þann dag í dag og það eru húsin í neðsta kaupstað sem standa enn og eru nú friðuð. Gamla faktorshúsið sem nú er 200 ára er nýuppgert og ætla að safna á minjaverði kaupstaðarins til íbúðar. Í verkstjórahúsinu býr nú forstöðumaður bókasafnsins ásamt fjölskyldu sinni, en tjöruhúsið sem tíma var frystihús er nú 250 ára gamalt. Ætlunin er að í framtíðinni verði þessi hús lifandi safn og að í þeim verði búið og þeim viðhaldið til þess að varðveita vitneskju híbýlakost og lífsmáta forfeðranna. Árið 1971 sameinuðust Ísafjarðarkaupstaður og Eyrarhreppur og bera hinn sameinuðu sveitarfélög nafn Ísafjarðar. Ísafjarðarkaupstaður var orðinn landlítill og talið var fyrir ýmissa hluta sakir hagkvæmast fyrir báða aðila að sameinast. Meginhluti byggðar í Eyrarhreppi var í Hnífsdal og rótgrónu útgerðarþorpi utan við Skutulsfjörð er snýr að Djúpinu sjálfu og nýtur því ekki sama skjóls og byggðin á eyrinni. Engu að síður er visslegt og vinalegt í Hnífsdal þar sem íbúarnir hafa atvinnu sína af útgerð og fiskiðnaði þótt höfnu sé þar engin en fiski landar í Ísafjarðarhöfn. Ísafjörður er miðstöð Vestfjarða í margvíslegum skilningi. Þar er æðsta menntastofnun héraðsins, Menntaskólinn, með heimavist sinni sem á sumrum hýsir ferðamenn og þar er fjórðungssjúkrahús Vestfjarða sem senn flyst í nýtt og fullkomið húsnæði. Sjúkrahúsið hefur á löngum ferli ekki einvörðungu þjónað Vestfirðingum, heldur hefur það einnig verið miðstöð fyrir þann mikla flota stundar veiðar á Vestfjarðamiðum. Fyrir botni Skutulsfjarðar þar sem áður var Eyrarhreppur er nú risinn nýr byggðakjarni íbúðarhúsa, verslana og atvinnufyrirtækja. Þarna fyrir botni fjarðarins er enn talsvert land til ráðstöfunar en undirlendi er lítið víða á Vestfjörðum og þar við bætist mikil snjóflóðahætta víða. Íbúar á Ísafirði er 3400 og hefur fjöldi þeirra lítið breyst undanfarin ár. Lífsafkoma er góð og fólkið heldur tryggð við heimaslóður. Skíðaíþróttin hefur lengi notið mikilla vinsælda á Ísafirði enda er aðstaða til iðkunar hennar góð. Snjóþungt getur orðið á Ísafirði í hörðum vetrum en þótt lítið snjói flest árin er að jafnaði nægur snjór í skíðalandi Ísfirðinga á Seljalandsdal upp að firðinum sem er hreinasta paradís fyrir skíðaiðkendur og dregur fjölmarga ferðamenn að Ísafirði. Á Seljalandsdal er einhver besta skíðaaðstaða sem fyrirfinnst á Íslandi. Það er aðstaða fyrir alla, hvort heldur þeir eru snillingar sem keppa á heimsmótum
eða styttra á veg komnir í íþróttinni og hvort heldur menn vilja þjóta snarbrattar brekkur eða ganga í rólegheitum sér til heilsubóta. Ísfirðingar kunna vel að meta skíðalandið sitt og hafa komið sér upp góðum skíðaliftum og skíðahóteli og þeir Ísfirðingar eru ábyggilegir minnihlutar sem ekki hafa hagnýtt sér aðstöðun á Seljalandsdal. Niðri í bænum svo nýtt og fullkomið hótel þar sem ferðamanna býður hinn besti beini allan ársins hring. Eins og eðlilegt stað þar sem lífið snýst að verulegu leit sjávarútveg og fiskiðnað þar oft ljúffengt fiskmeti á borðum og það kunna bæði heimamenn, nágrannar og ferðamenn vel að meta. Hótelið í hjarta bæjarins við svokallað Silfurtorg og herbergi þess uppfylla allar nútíma kröfur búnað hótelherbergja. Eins og áður getið veðursæld mikil á Ísafirði og pollurinn innan Eyrarinnar getur verið lign dögum saman að sumarlagi þótt jóla sé úti fyrir. Slíka veðursæld kunna þeir sem útilífs vilja njóta vel að meta og sumarkvöldum algengt að sjá seglbáta og sjóskíðamenn á ferðum pollum. Og ekki má gleyma knattspyrnunni, Ísfirðingar hafa löngum átt að harðduglega knattspyrnumenn og hér eru verðugir fulltrúar þeirra á ferðinni að vísu veikarakynnið en ekki verið fyrir það. Ísfirsku stúlkurnar hafa leikið í fyrstu deild kvennaknattspyrnunnar síðan þær hófu skipulagðar æfingar. Eins og nærri má geta eiga margir báta á Ísafirði og ekki alla stóra. Fjölmargir stunda einhvers konar sjósókn sem sambland af skemmtun og atvinnu, auk þess sem mörgum litlum bátum haldið til veiða út á djúpinu hvenær sem gefur. Þessir bátar eiga athvarf sitt í svonefndri Sundahöfn á utanverðri Eyrinni og þar einnig landað talsverðar rækju. En aðalhöfn bæjarins innanvert á Eyrinni, þar lífæði samfélagsins og þar gerast þeir hlutir sem mestu máli skipta. Útgerðar- og fiskvinnslustaður Ísafjörður fyrst og fremst, sjósóknur undirstaða blómlegs mannlífs. Og höfnina fer langmestur hluti þess varning sem til bæjarins kemur eða frá honum fer. Höfnin var einnig löngum samgöngumiðstöð bæjarins áður en flugið var daglegur ferðamáti. Strandferðarskip Eimskipafélagsins og ríkisskipa sigla reglubundin nokkrar ferðir í viku hverri milli Ísafjarðar og Reykjavíkur, auk reglubundin að ferða til annarra aðalhafna landsins. Með bættri skipulagningu flytja skip Eimskipafélagsins og hafskipa útflutningsafurðir Ísfirðinga á fáum dögum og erlenda markaði og nauðsynjavörur heim. Vegna góðra hafnaskilyrða og legu sinnar hefur Ísafjarður lengi verið lífhöfn og vinsæll viðkomustaður sjómanna af ýmsu þjóðerni. Á meðan allra þjóðarskip gátu sótt í hinn fengsælu fiskimið milli Íslands og Grænlands, leituðu þau inn á Ísafjarðardjúp þegar verstu vetrarveðrin geisuðu og til Ísafjarðar var leitað með sjúka og slasaða sjómenn. Í dag Ísafjörður fyrst og fremst miðstöð Vestfjarða og þess íslenska flota sem stundar fiskveiðar þar úti fyrir. Þannig hefur Skutulsfjörður blasað við sjómönnum. Á vinstri hönd Arnarnesið og þar viti en stundum var hríðarsortinn svo mikill að vetrarlagi að sjómenn sáu ekki nesið og jafnvel eftir tíma nútímasiglingatækja hafa skip strandað þar. En þegar inn á fjörðinn komið stillið særing og þar blasir við meginbyggð Ísafjarðarkaupstaðar, Eyrin sjálf og næsta umhverfi hennar. Fiskveiðar og fiskverkun hafa ætíð verið meginatvinnuvegur íbúanna hér enda stutt á einhver fengsælustu fiskimið við Íslandsstrendur. Vestfirðingar hafa ávallt verið annálaðir sjómenn enda öll skilyrði til þess að rækta sjómennsku með mönnum. Ísfirðingar hafa eins og aðrir Vestfirðingar verið fljótir að hagnýta sér hvers kyns framfarir í fiskveiðum og verkun. Lengst af hefur sjórinn verið sóttur hérna á bátum en á síðari árum hefur orðið breyting þar á og nú eru gerðir út fyrir Ísafirði fengsælustu togarar Íslendinga. Héðan hafa löngum miklar aflaklær sótt sjó og nálægðin við miðin gerir togaraútgerð og fiskverkun henni tengda ákaflega hagkvæma enda má segja að hér komist fiskveiðar næst í að verða iðnaður á Íslandi. Ísfirðingar hafa verið í fararbroddi í nýtingu rækju og skelfisks.
Rækjuveiðar voru stundaðar héðan fyrir seinni heimsstyrjöldina og fjöldi rækjuverksmiðja er nú starfræktur á Ísafirði og mikill fjöldi fólks hefur atvinnu á rækju- og skelfiskvinnslu. Þannig má með sanni segja að frá Ísafirði sé alhliða útgerð. Stóru togararnir sækja lengst út og eru burðarásar 3 stórra hraðfrystihúsa, stórir rækjubátar sækja einnig langt út og nú eru togarar einnig farnir að veiða úthafsrækju, smærri rækjubátar láta sér nægja miðin inn á Ísafjarðardjúpi og enn draga menn þar fisk á færi á litlu bátum. Ísafjarðardjúp var mikil gullkista áður fyrr en eftir að togararnir komu til sögunar í aldarbyrjun eyðilögðu þeir þorskmiðina mestu, enda var hér kraðak togara upp í landsteinum þar til landhelgin var færð út. Nú er veiði aftur nokkuð farin að glæðast vegna friðunaraðgerða en stopul er hún fór. Skelfiskveiðar hafa lengi verið stundar á Ísafjarðardjúpi og hér er skelfiskbátur í róðri fyrir verksmiðju Jóen Olsen sem er einar stærstu rækjuverksmiðjunum á Ísafirði. Við togvíruna er tengdur plógur sem netpoki er festur við, plógurinn skefur upp botninn og safnar hörpuskelin í pokan. Yfirleitt er togað á 10 til 20 faðma dýpi en allt upp í 80 faðmar af vír hafðir úti. Ótíminn er ekki langur, yfirleitt í 15 til 20 mínútur, svo er botninn snúið, plógurinn fyrst hýrður í gálga og síðan fram að miðju skip og lyft upp á boll sem þar er og þar opnaði lásar neðan á pokan. Stundum vakna fleiri íbúar djúpana við vondan draum og skilja lítið hvaðan áðurstendur veðri. Aflanum er síðan mokað í vél sem hreinsar skelina nokkuð en síðan er aflinn settur í körfur áður en hann er losaður í stærri ílát. Í verksmiðju Jóen Olsen er bæði unnin skel og rækja og raunar er fiskverkun líka á vegum fyrirtækisins sem er brautryðjandi í rækjuvinnslu hérlendis. Þegar skelin kemur í hús fer hún fyrst í sjóðara þar sem er 96 gráðu heitt vatn. Þar drefst fiskurinn og skelin opnast. Síðan fer hún í kraftmikinn hristara sem hristir fiskinn úr skelinni. Fiskurinn fer í rennu og þaðan í saltpækinn þar sem síðust óhreinindi skiljast frá en skelin fer út úr húsinu. Fiskurinn fer síðan í gegnum 2 hreinsara sem hreinsa hann 80 til 90% en að lokum lendir hann á snyrtiborði hjá starfsmönnum sem hreinsa síðust óhreinindi burt. Loks fer hörpudiskurinn svo í frystingu og síðan er honum pakkað og hann sendur á markað austanhafs og vestan. Þetta er mjög verðmætur fiskur, enda talinn til lost ætis á fínustu veitingastöðum. Rækjan er líka losuð úr sinni skel í vélum. Pillunavélar heita þær og á verknaðurinn að ná rækju úr skel heitir að pilla. Í upphafi rækjuvinnslu hérlendis var þetta allt gert í höndum og var bæði seinlegt verk og erfitt, en þótti þó góð búbót, einkum fyrir unglinga, sem margir fengu við það dýrmæta sumarvinnu. En þóttu vélarnar hreinsi obbann af skelinu utan á rækjunni, þarf mannshöndin enn að koma þar að verki, því ávallt vilja einhver skeljabrot fylgja með og einnig önnur óhreinindi. Frá konunum fer rækjan í gegnum lausfrystitæki, þar sem hver rækja frýs fyrir sig og þaðan í íshúðun en að lokum er henni pakkað í plastpoka og sett í kassa eða skýla henni uns hún kemur á markað. Hér er stutt frá skipshlið í vinnslu. Liftari sækir rækjukassan á hafnabakkann og flytur þá í móttöku rækjustöðvarinnar HF. Það voru 10 aðilar, rækjusjómenn og útgerðir sem stofnuðu rækjustöðina árið 1970 en nú eru hluthafar 17 og starfsmenn 30. Vélarkostur fyrirtækisins hefur verið endurnýjaður að mestu leyti á þessu ári, 1984. Hér eru nú 3 fullkomnar pillunavélar og verksmiðjan er yfirleitt mjög vel tækjum búin. Meðal nýrra tækja er þessi hraðfrystir, þar sem rækjan snögg frýs í 40 gráðu frosti og miklum loftstraumi sem blásið er upp gólffrystisins og heldur rækjunni á stöðugri hreyfingu gegnum hann án nokkurra færibanda. Framleiðsla rækjustöðvarinnar HF mun á þessu ári verða 250 til 300 tonn af fullunninni rækju. Þegar myndatakan fór fram var verið að leggja síðustu hönd á byggingu frystiklefa fyrir fyrirtækið.
Hann er 1700 rúmmetrar og í honum rúmast 300 lestir af lausfrystri rækju eða 600 tonn af hraðfrystum fiski. Húsið stendur aðeins steinsnar frá verksmiðjunni sjálfri og leysir af hólmi eldri og lélegri geymslu. Lengst af voru rækjuveiðar stundaðar á Ísafjarðardjúpi á litlum bátum en á síðari árum hafa stærri og stærri skip verið notuð til þessara veiða og rækjan sótt langt á haf út. Stóri skuttogarar hafa verið teknir á leigu til þessara veiða þegar þá hefur skort önnur verkefni, en hér er það lítill rækjutogari sem kemur til hafnar að aflokinni velheppnaðri veiðiferð. Hann fiskar fyrir Niðursuðuverksmiðjuna HF sem er stærsta rækjuverksmiðjan á Ísafirði og raunar á landinu öllu. Hús Niðursuðuverksmiðjunar var byggt árið 1981. Þá sögðu margir að það veri allt of stórt og verið það í áratugi, það er þegar orðið of lítið þótt unnið sé allan sólarhringinn yfir sumarið. Hér hafa menn farið áður ótroðnar slóðir hérlendis. Til viðbótar þeirri rækju sem skip verksmiðjunnar veiða, kaupir fyrirtækið rækju á rússneskum frystitogurum sem veiða á djúpmiðum. Þar er rækjan blokkfryst og þarf því að þýða hann upp í sérstakri vél áður en unnt er að vinna hana. Það verður að gerast eftir kúnstarinnar reglum svo hún tapi engum bragðgæðum. En megnið af þeirri rækju sem hér er unnin veiðist á hennum gjöfulum miðum í og út á djúpinu og kemur vel ísuð og fersk í verksmiðjuna. Húsið stendur aðeins steinsnar frá henni nýju Sundahöfn þar sem landað er úr smerbátunum og hér eru 4 fullkomnar pillunarvélar sem losa rækjuna úr skelinni. Frá pillunarvélunum fer rækjan svo til kvennanna sem hreinsa síðustu óhreinindin og skelja brotin frá rækjunni. Þegar rækjuvinnsla hófst hér var öll rækjan handpilluð. Það var gífurlegt verk, mannfrekt og seinlegt, en enga síður var þannig að fara að á bernskudögum rækjuvinnslu hérlendis. Mjög mikils hreinlætis er krafist í rækjuvinnslu og þessi verksmiðja er þrifin á nokkura klukkustunda fresti. Í rannsóknarstofu fyrirtækisins eru rannsökuð sýni til þess að ganga og skuggum að varan sé fyrsta flokks og þar er einnig unnið að vöruþróun og tilraunum í framleiðslu. Rækjan er hér fryst í loftfrystitæki eins og í rækjustöðinni og eftir hausfrystingu fer hún í íshúðun sem eykur geymslu þolennar áður en hún fer í endanlegar umbúðir. Í Hnífsdal, sem nú er orðin hluti af Ísafjarðarkaupstað eins og fyrr segir, starfar rækjuverksmiðjan HF. Hún er orðin aldarfjórðungs gömul, stofnuð árið 1959. Sumarið 1984 var hér tekið í notkun nýtt forþvottakerfi og leið innvigtunarkerfi á hverja pillunarvél og frávigtun frá þeim aftur. Með því á nýting að aukast og eftirlit að batna. Rækjuverksmiðjan HF var fyrst íslenska fyrirtækja til þess að taka upp þessar nýjungar í vinnslu. Nú fylgja fleiri rækjuverksmiðjur í kjölfarið en þessi aðferð hefur verið fullreynd í rækjuverksmiðjunni í Noregi. Hér í rækjuverksmiðjunni HF í Hnífsdal eru 3 fullkomnar pillunarvélar og hér sést vel hvernig þær vinna, velta rækjunni milli valsana uns hún losnar við skelina. Síðan fer hún til kvennanna í handpillununa. Nú kváðu komnar á markaðinn vélar sem gera þessa síðustu handafinn óþarfa og mun mörgum þykja sjónarsviptir að í rækjuverksmiðjunni. Þar sem svo blómlegur útvegur og fiskiðnaður er eins og Ísafirði þarf mikla þjónustu við flota og fyrirtæki. Hér hafa risið mörg öflug og góð þjónustu og iðnfyrirtæki er byggjast að verulegu leyti á viðskiptum við sjávarútveg. Eitt þeirra þekktustu og rótgrónustu er skipasmíðastöð Marselíusar Bernharðssonar sem á síðasta ári var endurskipulögð. Skipasmíðastöðinni hefur jöfnum höndum stundað nýsmíðiskipa á viðhald þótt nú sé hlé á nýsmíði í bili. Við skipasmíðastöðina er öflug dráttarbraut en minni bátar eru teknir í hús til viðgerða. Að auki fer hér fram margháttu nýsmíði á tækjum fyrir fiskiskip og fiskiðnað. Þar á meðal eru hér smíðaðir skrúfurhringir sem eru taldir geta sparað 20–30% orku á togveiðum og rækjudeilir til notkunar í rækjuvinnslu en hann er íslensk uppfinning.
En þó hlé hafi orðið á nýsmíði í bili vegna breyttra viðhorfa í sjávarútvegi má víða sjá falleg fley á Vestfjörðum sem eiga ættir að rekja til skipasmíðastöðva Marselíusar eins og þess að tvo báta í nágrannabyggðarlaginu Súðavík. Þau eru líka orðin býsna mörg skipin sem smíðuð hafa verið þar. Fyrsta skipið sem þar var smíðað var tréskip sem hleypt var á stokkunum árið 1939 en fyrsta stálskipið var smíðað á 7. áratugnum. Alls hafa 52 skip verið smíðuð í skipasmíðastöð Marselíusar. Annað þekkt framleiðslu- og þjónustufyrirtæki á Ísafirði er Netagerð Vestfjarða, sem er eitt af stærstu fyrirtækjum á sínu sviði hérlendis. Nær allur togarafloti Vestfirðinga fær veiðarfæri sín hér og megnið af rækjuflota landsmanna auk þess að mikill fjöldi fiskiskipa úr öllum landsfjórðungum sækir hingað þjónustu. 18 manns vinna hjá fyrirtækjunum þegar mest er. Ráðamenn Netagerðar Vestfjarða eru mjög vakandi og opnir fyrir nýjungum í þekkingu og tækni sem bætt geta framleiðsluna. Þannig var Netagerðin fyrst íslenskra einkafyrirtækja til þess að ráða til sín útvegsfræðing og sömuleiðis keypti það fyrstu og ennþá einu fjarstýrðu neðansjávar vídeómyndatökuvélina sem Íslandingar eignast með því að fylgjast með veiðarfærunum í sjó eða unnt að lagfæra ýmsa ágalla og gera endurbætur. Vinsældir þær sem Netagerðin nýtur eru besti votturinn það að þar er ávallt reynt að framleiða eins góða vöru og frekast er unnt. Póllinn HF er líklega þekktasta fyrirtækið á Ísafirði bæði innanlands og utan. Fyrirtækið hefur haslað sér völl sem eitt af fremstu fyrirtækjum í framleiðslu voga og vogaeftirlitskerfa er byggjast á örtölutækni. En Póllinn er líka alhliða þjónustustofnun bæði við sjávarútveg og heimili. Í verslun Pólsins fást öll möguleg rafmagnsáhöld og fyrirtækið sér einnig allt viðhald og viðgerðir af hvers kyns rafmagnsvörum og vélum. En Póllinn er líklega þekktastur fyrir framleiðslu sín á tölvuvogum og vogaeftirlitskerfum og fyrir þá framleiðslu hefur fyrirtækið fengið margar viðurkenningar. Póllinn hefur samið við fyrirtæki í Bandaríkjunum um framleiðslu á vogakerfum fyrirtækisins. Verður tæknibúnaðurinn fluttur hérðan út en kápusmíði og samsetning fara fram hjá bandaríska fyrirtækinu. Póllinn er langstærsta þjónustufyrirtækið í rafmagns- og rafeindaiðnaði á Vestfjörðum og hefur meira að segja opnað útibú í Reykjavík. Dýrmætustu þjónusta fyrirtækisins er þó vafalítið við fiskiskipaflotann því nú á dögum eru rafeindatæki ómissandi um borð bæði vegna öryggis og veiða. Vélsmiðjan Þór, sem er eitt stærsta iðnfyrirtæki á Vestfjörðum, er enn eitt dæmið öflugt og fjölhæft þjónustufyrirtæki á Ísafirði. Það starfa 60 manns. Það er til dæmis eini staðurinn á Vestfjörðum þar sem unnt er að fá lökkblönduð á þennan fullkomna hátt og þar er verslað með allar tegundir varahluta í vélar og viðskiptavinir aðstoðar eftir þörfum. Þór hefur annars pípulagnir á Ísafirði en það er líka hægt að fá gert við háþrýstislöngur og meðal nýsmíði fyrirtækisins má nefna alhliða vinnslulínu fyrir skel og rækjudeili sem er fundin upp hjá verksmiðjunni. Þór starfar ekki stórt renniverkstæði og þar er einnig vélaverkstæði, plötusmíði og almenn þjónusta við flota og fiskveiðar. Renniverkstæðið er búið fullkomnu vélakosti enda þarf þar oft að hafa snörhandtök svo unnt sé að koma skipi á veiðar eða þýðingarmikilli vél í gang. En vélsmiðjan Þór sinnir fleiru en útgerð og fiskvinnslu enda alhliða þjónustufyrirtæki. Fyrirtækið starfrækir stórt og vandaða bifreiðaverkstæði þar sem unnt er að stilla vélar bíla. Við hliðina á því er einnig smurverkstæði, svo segja má að bifreiðaeigendur geti fengið þarna alla þjónustu enda er bílasprautun í húsinu líka. Og ef menn er orðnir leiðir á bílnum sínum er ekkert auðveldar en kaupa sér nýjan bíl hjá Þór því í vönduðum sýningarsal standa glæsivagnar og bíl eftir kaupanda. Árið 1984 keypti Þór fyrirtækið Rörverk sem hefur annars pípulagnir og rekið verslun með hvers kyns verkfæri og hreinlætistæki og er Rörverk áfram rekið sem sjálfstætt fyrirtæki í húsnæði Þórs með 10 starfsmönnum. En áfram með fiskinn. Höfnin er lífæð Ísafjarðar. Hana fara þau verðmæti sem er undirstaða blómlegs mannlífs þar, fiskurinn. Hér er verið að landa á Júlíusi Geirmundsyni, einum af togurum Ísfirðinga. Hann er eign útgerðarfélagsins Gunnvarar HF sem starfar í nánu sambandi við Íshúsfélag Ísfirðinga HF. Íshúsfélagið er komið á 8. áratuginn en býsna hress öldungur. Auk þess að fá afla frá Júlíusi Geirmundsyni fær það einnig aflan frá Guðbjörgu, mesta aflaskipi íslenska togaraflotans
sem gert út af Hrönn HF sem einnig til húsækja á Íshúsfélaginu. Nýlokið miklum endurbótum á vinnslukerfi Íshúsfélagsins og það nú í fremstu röð frystihúsa, meðal annars búið tölvuvæddum stjórntækjum sem eiga að tryggja afköst og gæði eins og unnt Togarafiskurinn sem ísfisk og frystihúsin fá mjög góður. Stutt á miðin og því koma hinir fengsælu togarar oft að til löndunar og mikil áhersla lögð á góða meðferð aflans frá því hann kemur úr sjónum. Togararnir stoppa yfirleitt stutt inni og leyfilegt og frekast unnt. Leið og skipið tilbúið til brottfarar lagt á miðin að nýju. Utan við mynni Skutulsfjarðar stendur hraðfrystihúsið HF í Hnífsdal. Það fær afla sinn úr togaranum Páli Pálssyni sem gerður út af Miðfelli HF sem dótturfyrirtæki hraðfrystihússins. Páll Pálsson var keyptur árið 1973 og aflaði fram til 1983 nær 46.000 tonn enda eitt af mestu aflaskipum togaraflotans. Hraðfrystihúsið HF í Hnífsdal var stofnað árið 1941 af nokkrum útvegsmönnum þar. Fyrsta árið var fiskurinn frystur þannig að hann var settur í stálhylki sett var í kar með frystilegi. Þetta var seinlegt enda framleiðslan ekki nema 200 tonn á ári. Nú öldin önnur og framleiðslan nú og yfir 2300 tonn á ári. Þá ekki síður það vert að húsið í fremstu röð hvað vöruvöndun áhrærir og fékk til dæmis árið 1984 sérstaka viðurkenningu frá Coldwater fyrir gæði framleiðslunar. Hér enda lögð mikil áherslu á að fylgjast náið með gæðum framleiðslunar og reynt að láta ekkert það frá húsinu fara sem ekki stenst ströngustu gæðakröfur. Togarinn Páll Pálsson kemur að landi á 7 til 9 daga fresti með ferskan og góðan fisk sem landað í Ísafjarðarhöfn og jafnskjótt og löndun og ísun líkur siglt út á hinn gjöfulu Vestfjarðamið að nýju. Þótt nýtísku tækni sé í ríkum mæli beitt í fiskverkunum Ísafirði gamlar hefðir einnig í hávegum hafðar. Vestfiskur harðfiskur þykir enn í dag eitt sá besti sem býðst og að mörgum mun finnast í meira lagi matarlegt í þessum hákarlsfjalli þar sem hákarl verkaður svo tonnum skiptir og býður þessa matglaðir þorrablóðs gestir all land renni honum niður með ónefndum veigum þegar sól að byrja að hækka á lofti eftir svartasta skammdegið. Að baki hins fjölþætta atvinnulífs á Ísafirði þarf öfluga bankastarfsemi. Bæði Landsbanki Íslands og Útvegsbankinn hafa útibú á Ísafirði og árið 1984 voru liðin 80 ár frá því Landsbankinn tók að sér rekstur Sparisjóðs Ísafjarðar og opnaði þar útibú. Æ síðan hefur Landsbanka útibúið á Ísafirði verið einn helsti burðarás atvinnulífs á norðanverðum Vestfjörðum og hefur stuðlað að uppbyggingu fjölmargra atvinnufyrirtækja í öllum greinum auk þess sem hann annast öll venjuleg bankaviðskipti. Fyrir ferðamenn það ómetanlegt að eiga kost á þjónustu tveggja fullkominna bankastofnana og eftir að nútíma tölvu og fjarskiptatækni komi til skjalanna geta bankarnir á staðnum fullnægt öllum þeim kröfum sem til þeirra eru gerðar á hvaða sviði bankaviðskipta sem Útvegsbankinn kemur síðar til skjalana á Ísafirði en Landsbankinn en hlutverk hans hefur að verulegu leyti verið hið sama. Það að stuðla að alhliða atvinnuuppbyggingu og veita almenna bankaþjónustu. Sjálf útgerðarfyrirtækin munu skipta í heldur ríkari mæli við Útvegsbankann en fjarri fer því þó að þar sé nokkrar hreinar línur að ræða.
Fyrst og fremst leitast báðir bankarnir við að efla alhliða atvinnustarfsemi þótt það verði ávallt útgerðin og þau störf sem henni tengjast sem höfuðáherslan er lögð á. Kaupfélagsstarfsemi hefur lengi verið öflug á Ísafirði og er enn. Kaupfélag Ísfirðinga þjónar eftir föngum byggð við Ísafjarðardjúp. Í kjörbúð félagsins við Austurveg er verslað með allar venjulegar neysluvörur heimilanna en auk þessara verslunar rekur kaupfélagið einnig útibú bæði á Ísafirði, í Súðavík og á Suðureyri við Súgandafjörð. Auk hinna almennu verslana rekur kaupfélagið einnig sérverslanir og það hefur einnig á hendi allmikinn atvinnurekstur. Þar á meðal rekur það sláturhús og kjötiðnaðarstöð þar sem framleiddar eru fjölbreyttar neysluvörur fyrir viðskiptavini félagsins. Kaupfélagið rekur einnig einu steypustöðin á Ísafirði og veitir með því þjónustu þeim sem í byggingum standa, hvort heldur er að ræða einstaklinga eða atvinnufyrirtæki. Þá rekur kaupfélagið einnig trésmiðju sem annast smíði innréttinga bæði íbúðar og atvinnuhúsnæði. Meðal sérverslana kaupfélagsins er svo byggingarvöruverslun þar sem seld eru hvers kyns heimilistæki auk allra þeirra fjölmörgu vörutegunda sem þeir þarfnast standa í byggingum eða breytingum á eldra húsnæði. Þessi tilkomumikla höggmynd eftir Ragnar Kjartansson var sett upp á sjúkrahúslóðinni árið 1974 til minningar ísfirska sjómenn. Og fyrir utan hús olíusamlagsins hefur verið komið fyrir skrúfunni að fyrsta gufuskipi Íslendinga Ásgeiri litla sem kom til landsins árið 1896 og var í eigu Ásgeirs verslunar á Ísafirði. Árið 1786 voru að boði konungs fyrstu stöðunum á Íslandi veitt kaupstaðaréttindi. Meðal þeirra var Skutulsfjarðareyri eða Ísafjörður. Hafði þó verslun verið rekin þar áður í áratugi af dönskum. Allar götur síðan hefur á Ísafirði verið rekin þróttmikil inn- og útflutningsverslun og þar er miðstöð fyrir Ísafjarðardjúp og norðanverða Vestfirði. Fyrr á öldum var verslunarmiðstöðin í neðsta kaupstað en síðan fluttist athafnasvæði í hæsta kaupstað þar sem nú heitir Hafnarstræti og Silfurtorg. Þar er að finna banka, margs konar opinbera þjónustu auk 20 smáverslana sem leggja áherslu á góða og persónlega þjónustu. Á seinni árum hefur rutt sér til rúms á háttur í vestanháttum að halda útimarkað á Silfurtorginu. Oftast þeir markaðir haldnir til styrktar einhverju málefni. Í þetta sinn er verið að safna fyrir tónlistarskólabyggingu á Ísafirði. Það er ekki búið að bjóða 5 kalli í þessa grálúðu. 5 kalli, það er ekki búið að bjóða 5 kalli í þessa grálúðu. Þetta er ekki verð. Það er ekki eitthvað að bjóða, betur. Með 10 bakkaðu það selv. Á horni Silfurtorgs og Hafnarstrætis hefur í nær 60 ár verið starfrækt bókaverslun Jónasar Tómassonar, oftast nefnd Bóklaðan. 3 kynslóðir Ísfirðinga hafa komið við sögu bóklöðunar og fengið þar lesefni sitt og skriffæri. Á neðri hæðinni er á boðstólum blöð, ritföng og skólavörur, einnig leikföng og ljósmyndavörur. Á efri hæðinni eru skrifstofuáhöld og bækur í nýju og endurbættu húsnæði. Við hlið bóklöðunar er Sporthlaðan, eina sportvöruverslunin á Vestfjörðum.
Sportland býður upp á alhliða íþróttavörur ásamt viðlegubúnaði og veiðivörum. Sérgrein sporthlöðunar eru skíðavörur. Eitt mesta úrval landsins af skíðabúnaði fyrir svig og göngu. Afgreiðslan er í höndum reyndra starfsmanna sem eru alltaf reiðubúnir að gefa viðskiptavinum góð ráð. Norðanvertu Silfurtorg er eitt elsta bakarí á Íslandi, stofnað árið 1873 og heitir reyndar Gamla bakaríið. Það er alltaf kappkostað að hafa sem mest úrval af brauði og kökum. Í Gamla bakaríinu er einnig bakað fyrir nærliggjandi byggðarlög. Í sama húsi er svo húsgagnaverslun Ísafjarðar. Þar er mikið úrval af barnavörum, kerrum, vöggum og pokum. Alls konar gjafavörur sem fluttar eru inn beint frá Danmörku fást einnig í húsgagnaverslun Ísafjarðar. Í þessu húsi hóf Björn Guðmundsson verslunarrekstur árið 1904. Fyrir rúmum áratug flutti verslunin í nýtt verslunarhúsnæði sem byggt var á grunni þess gamla. Verslunin hefur jafnan haldist innan sömu ættarinnar. Fjórði ættliðurinn mun senn taka við. Björnsbúð er alhliða matvöruverslun þar sem boðið upp á kjötvörur, grænmeti, ávexti, mjólkurvörur, osta og margt fleira. Verslunin Silfurtorgið er í húsi byggðu árið 1903. Þar er nú fataverslun sem sérhæfir sig í tískufatnaði fyrir karla og konur. Það er einnig mikið skóúrval sem aðalega eru fluttir inn frá Ítalíu. Sunnanvertu Silfurtorg rekur verslunin Seria hljómtækjadeild. Þar fást útvörp, sjónvörp, bíltæki, vídeótæki, hljómflutningstæki, mikið úrval á hljómplötum, bæði pop og klassísk tónlist og heimilistölvur. Seria rekur einnig myndbandaleigur. Seria hefur umboð fyrir Pioneer og Sharp. Á hafnarsvæðinu neðar á tanganum er rekin ein verslun. Það er olíusamla útvegsmanna sem hefur þjónustu við útgerðina að meginmarki. Í verslun þessari er auk þess að finna margs konar verkfæri og varahluti, ferðamannavörur, öl, sælgæti og að sjálfsögðu stígvél, sjóklæði og vinnufatnað í miklu úrvali. Eplið í Aðalstræti er gróin verslun í nýju húsnæði. Þar er seldur tískufatnaður og hljómtæki. Enn fremur er það rekin myndbandaleigur. Hljómtækin eru frá Japan og merkin eru Sony, Technic og Panasonic. Þarna er mikið úrval á hljómplötum. Eplið hefur umboð á norðanverðu Vestfjörðum fyrir Karnabæ. G.E. Sæmundsson hóf starfsemi sína með málningarsölu og sem málningaverktæki árið 1920 og rekur nú eina elstu sérvöruverslun með málningu á Vestfjörðum. G.E. Sæmundsson selur málningu frá öllum íslenskum málningaverksmiðjum og fleirum. Þar er boðið upp á faglega þekkingu og reynslu. Í þessu virðulega húsi við Silfurgötu er eina glerauga og skartgripaverslunin á Ísafirði. Hún heitir Gullauga og var stofnuð árið 1983. Þarna geta Ísfirðingar valið sér gleraugu úr miklu úrvali, sérsmíðaða skartgripi úr gulli og silfri, nælur, eyrnalokka, armbönd og hringi og þar að auki verðlaunagripi fyrir öll tækifæri. Gegnt Gullauga er svo verslunin Straumur hf. Hún annast alhliða verktakastarfsemi á sviði rafiðnaðar. Enn fremur eru það seldar flestar tegundur heimilistækja og gjafavörur úr kristall, postulíni og keramík. Hjá fyrirtækinu starfa að jafnaði 10 til 15 manns. Pensillinn leggur áherslu á persónuleg tengsl við viðskiptavini, þjónustu við verktaka og ráðleggingar fagmanna. Pensillinn er umboðsaðili fyrir Málninga hf.
og Weston-gólfteppi, DLF-gólf og veggdúka og fleira. Pensillinn tekur að sér stór og smá verk í málum utanhús og innan ásamt þjónustu við útgerðina og nærliggjandi sveitarfélög. Hamraborg, litla sjoppan með stóra nafninu, reynir að standa undir nafni. Það í rauninu ótrúlegt hvað vöruúrvalið mikið í þessari litlu búð. Flestar gerðir matvöru, filmur, dagblöð og tímarit úrval á boðstólum. Smurðabrauðið og brauðterturnar sóma sér vel á borðið höfðingja. Ein blómabúð starfrækt á Ísafirði. Þar fást bæði afskorin og lifandi blóm. Blómaskreytingarnar rómaðar, hvort sem þær fyrir heimili eða fyrirtæki. Þarna fást sumarblóm og laukar, blómaker og gjafavörur í úrvali. Þjónusta við bæjarbúa allan ársins hring. Apótek Ísafjarðar meðal 5 elstu apóteka á landinu. Húsið var reist árið 1911 og nærri óbreytt frá upphafi. Verslunin Irpa aftur á móti nýleg verslun. Hún tók til starfa árið 1984 og verslar með skófatnað, töskur og hatta í miklu úrvali. Eitt þekktasta fyrirtæki á Ísafirði á neða vefstofa Guðrúnar Vigfúsdóttur. Framleiðsla hennar hefur hlotið margs konar viðurkenningu, bæði hér heima og erlendis. Í tengslum við vefstofuna rekin verslun, þar sem fást kjólar í úrvali, hálsbindi, værðarvoðir og margt fleira. Listofnir kjólar Guðrúnar seldur allt land og víða erlendis. Guðrún hefur hannað og ofið veggteppi, altarislæfi og hökla svo að eitthvað sé nefnt. Inni á Skeiði verslunarmiðstöðin Ljónið sem hýsir 10 fyrirtæki. Þegar komið á Ísafjörð, hvort sem það innan á Djúpi eða ofan að Breiðdalsheiði, Ljónið í leiðinni rétt við þjóðveginn. Á neðri hæð hússins matvöru- og hreinlætisvöruverslunin Vöruval. Vöruval stærsta matvöruverslun á Vestfjörðum. Það verslað á 700 fermetra gólffleti. Kjötborðið glæsilegt. Vöruval mikið. Vöruval verslun sem stendur undir nafni. Á neðri hæðinni hefur einnig verið opnað danshús með matsölu og vínveitingum. Á efri hæð verslunarmiðstöðvarinnar húsgagnadeild Seríu. Það mikið úrval af húsgögnum í öll herbergi, allt frá ódýrum húsgögnum í herbergi unglinganna upp í stofuhúsgögnum. Svefnherbergishúsgögnin frá Seríu einnig mjög fjölbreytt. Þar fá allir það sem hugurinn girnist. Í versluninni líka leikfangahorn með úrvali leikfanga og í öðru horni seld reiðhjól af öllum stærðum og gerðum.
Trésmíðaverkstæði Daníels Kristjánssonar hefur aðstöðu í Ljóninu til að kynna framleiðslu sína og aðrar söluvörur. Fyrirtækið er byggingaverktæki að meginþætti. Það hefur meðal annars byggt innréttingar í nýja sjúkrahúsið, blokkina við Fjarðarstræti og barnaskólann. Baðstofan býður upp á allt til handavinnunar. Garn og prjóna, tvinna og nálar, rennilása, smellur og nælur. Þar fæst allt í bútasaum og síðast en ekki síst er mikið úrval á kjólaefnum fyrir öll tækifæri og allan aldur. 10 fyrirtæki undir sama þaki, vörumarkaður, það er framtíðin. Í nær 200 ár hefur Ísafjörður verið miðstöð verslunar og viðskipta norðanverða Vestfirði. Grambúðin, Turnhúsið og Faktorshúsið í neðsta kaupstað eru eins konar minnisvarði upphaf þessa merkilega tímabils í sögu staðarins. Á flugvellinum eru flugmenn Ernis að útbúa vél sína. Félagið heldur ekki aðeins uppi skipulögðum samgöngum Vestfirði og út frá þeim allan ársins hring, heldur annars það einnig sérstök útsýnisflug fyrir ferðamenn á sumrinu. Það er ógleymanleg reynsla að virða fyrir sér hina stórbrotnu náttúru Vestfjarða og lofti með einu þaulrændu flugmannafélagsins sem þekkja hvernig blett á Vestfjarðakjálkanum og vita nákvæmlega hvað ferðamaðurinn vill helst sjá og hvað í boði er. Dvöl okkar í höfuðstað Vestfjarða er lokið og við kveðjum hann og tökum okkur far með Fokker Friendship skrúfuð þóttur flugleiða til Reykjavík. Við fljúgum fram hjá höfnunni, lífæð byggðarlagsins og hækkum flugið undir bröttum hlíðum Ernisins.